Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl. Í síðasta lestri þá vorum við að fjalla það hvernig Jesús var meðalgangari milli okkar og Guðs, hvernig hann gerði sáttmála við Guð fyrir okkur. Og nú höldum við áfram og næsta undirfyrirsögn er þess vegna biður þú í Jesú nafni. Hér var sem sé gerður sáttmáli, samningur milli Guðs, föður og mannkynsins fyrir Jesú Krist sem er sannur maður og samtímis sannur Guð. Sem Guð gerði Jesú sáttmála við mennina, sem maður gerði hann sáttmála við Guð. Hann er sáttasemjarinn. Guð og maður sameinast og verða eitt hvor með öðrum. Guð er nú faðir okkar. Hann er ekki bara Guð eins og í gamla sáttmálanum, heldur faðir okkar. Við höfum nú komist inn í fjölskyldu Guðs og Jesús er bróðir okkar, við erum erfingjar Guðs og samar var Krists. Biblían segir að Jesús fyrirverði sig ekki fyrir að kalla okkur bræður. Við erum einn líkami með honum, við erum einn andi með Guði föður, líf hans er nú í okkur. Sá sem fær innsýn í þetta fyrir hjálparan hinn heilaga anda getur aldrei orðið samur aftur. Að vera í sáttmála með Guði föður, felur í sér að þú getur sagt, mig mun ekkert bresta, mig mun ekkert skorta. Jesús sagði þetta einnig við okkur með orðunum, hvað sem ég biðjið föðurinn í mínu nafni, mun hann veita yður. Þetta er mál sáttmálans. Nafn Jesú er sáttmálsnafnið sem gefur okkur aðgang að hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Faðirinn heldur engu frá þeim sem kemur til hans í nafninu Jesús. En þú biður föðurinn, ekki Jesú, því Jesús hefur ásamt þér gert sáttmála við föðurinn fyrir þína hönd. Þess vegna biður þú í Jesú nafni. Samningurinn er skrifaður í Jesú nafni með Jesú sem umboðsmann. Þegar Jesús gekk inn í tjaldbúðina hina sönnu með blóð sitt, gerði hann það sem mannssonur og æðsti prestur. Hann var fulltrúi þeirra sem hann hafði endurlaust. Nú hafði hann rétt til að gera þetta því hann dó á krossinum, var gerður að synd með allri synd mannkynsins. Hann var fulltrúi alls sem nefna má synd. Hann lét afleiðingar syndarinnar koma niður á sér, hann tók refsingu syndarinnar á sig, syndin fékk sinn dóm í honum. Og Biblían segir að Jesús hafi verið færður til heljar. Eftir upprisuna sagði Jesús að allt ætti að rætast sem hann væri ritað í lögmáli Móses, spámönnunum og sálmönnum. Sjá Lúkas 24:44. En sálmarnir númer 22 og 88 gátu bara ræst í dauðanum og helju. Hér vilja gáfur mannsins leiðrétta ritninguna og neita að skilja hvaða afleiðingar Jesús sem sannur maður varð að taka á sig vegna nýja sáttmálans í blóði hans. Engin maður hefur enn öðlast skilning á leyndardómnum sem felst í því að vera sannur maður og sannur Guð samtímis. En okkur hefur verið gefinn skilningur á því hvað blóðsáttmáli er. Þegar menn eru farnir að skilja það og skilja að Biblían er sáttmálsbók, það er orð sáttmálans sem er innsiklað með blóði, sjá þeir að þetta stendur eilífð. Það verður aldrei numið úr gildi, það hefur ekkert í orði sáttmálans fallið úr gildi. Þetta er ekki bók fyrir mismunandi kenningar, slíkt heyrir heimi trúarbragðanna til. Þetta er sáttmálsorð innsiklað í blóði. Ef við glötum virðingunni, orðið segir Jesú, þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd og síðar segir, var réttlættur í anda og lifandi gjörður í anda og að hann reis upp sem frumburðurinn frá hinum dauðu, frumburður meðal margra bræðra. Sem sannur maður og vegna sáttmálans gerði hann nokkuð fyrir hönd mannana sem er ofar skilningi okkar og þess vegna eigum við ekki að deila það. Við einar kringumstæður er hann Messias, hinn guðdómlegi sem gerir sáttmála við mennina og við aðrar kringumstæður er hann maðurinn Jesús sem kemur fram fyrir Guð fyrir hönd mannana og tekur á sig hræðilegar afleiðingar blóðsáttmálans.
Guðfræðilegar deilur í kringum það sem skilningur mannsins nær ekki til ættu að vera fjarri þeim sem eru í sama blóðsáttmála. Þess vegna bað Jesús svo innilega til föðurins í tengslum við kvöldmáltíðina að þeir séu eitt eins og við erum eitt og ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verði fullkomlega eitt til þess að heimurinn viti að þú hefur sendt mig. Á þeim tíma var heimurinn meðvitaður það sem fólst í blóðsáttmála, meðal annars það að blóðbræður geta ekki þrasað og barist hver við annan því það jafngildir því að brjóta blóðsáttmálan með hræðilegum afleiðingum fyrir margar kynslóðir. Á Vesturlöndum hefur þekkingin á þýðingu blóðsáttmála glatast og þess vegna auðvelt fyrir djöfulinn að fá blóðbræður Jesú til að þrasa og berjast og auglýsa þannig fyrir heiminum að einingin milli trúaðra sé einskis virði vegna þess að þeir meiða hvern annan stöðugt. Ef við glötum virðingunni fyrir þessum sáttmála auðvelt fyrir djöfulinn að leggja á okkur eitt og annað illt og taka frá okkur bæði heilsuna og eigur okkar. Drottinn segir, líður minn verður afmáður af því að þeir hafa enga þekking, hvers konar þekkingu blóðsáttmálan. Og hér vitnað í Hósea 4:6. Það stendur í Biblíunni að við eigum að ganga með djörfung að hásæti náðarinnar til þess að við hljótum náð til hjálpar á hagkvæmum tíma. Nú höfum við sama rétt til að koma fram fyrir föðurinn og Jesús hefur. Þegar Guð tók á móti Jesú tók hann samtímis á móti okkur vegna þess að við vorum í honum. Nú því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú, Rómarbréf 8:1. Þú þarft ekki að finna til minnimáttar eða vera feiminn og með sektarkennd þegar þú nálgast föðurinn í Jesú nafni. Láttu hann leysa vandamál þín. En ef þú syndgar, og það gerum við öll undir þrýstingi hins illa í þessum heimi, máttu játa það fyrir föðurnum í vissu loforðið. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, eins og stendur í 1. Jóhannesbréfi 1:9. Þetta innifalið í sáttmálanum því Jesús ábyrgðarmaður okkar. Vegna sáttmálans við Guð getur þú komið til hans með djörfung. Það sem vandamál hjá þér lausn hjá honum. Ef eitthvað virðist vera of erfitt fyrir þig, mundu þá eftir sáttmálanum. Ef þið skortir greind og vísdóm til að gera það sem þér ber að gera, mundu þá að sáttmálsbróðir þinn viskan sjálf. Þú gleður Guð þegar þú heiðrar hann með því að láta hann leysa vandamál þín. En ef þér finnst þú ekki vilja ónáða Guð með hinu eða þessu, ferðu brátt að ganga í nokkurs konar kviksyndi. Því meir sem þú leitast við að komast áfram, þeim mun erfiðara verður það. Jesús segir í Jóhannes 16:23 að við munum ekki þurfa að spyrja sig neins, heldur megum við nálgast Guð sjálfan í Jesú nafni og biðja hjálp hans vegna þess að Jesús hefur gert sáttmála við Guð fyrir okkar hönd sem gefur okkur aðgang að náðarstólnum. Þegar þú beiðist hjálpar í Guði í Jesú nafni, gerir þú tilkall til réttinda blóðsáttmálans. Guð getur ekki afneita sjálfum sér. Hann heldur fast við orð sáttmálans. Þér hefur verið gefið nafnið Jesús til að nota frammi fyrir Guði eins og það væri þitt eigið nafn. Það nýja nafnið þitt í sáttmálanum við Guð, því þú einn andi ásamt drottni. Þér hefur verið gefið vald í þessu nafni. Þú getur notað það í hvert sinn sem þú þarfnast leiðsagnar og Guð heiðrar þetta nafn með öllum mætti sínum. Hingað til hafið þér einskis beðið í mínu nafni, biðjið og þér munuð öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Jóhannes 16:24. Og hér ljúkum við lestrinum í dag. Guð blessi ykkur öll. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.